Einhvers staðar segir að neyðin kenni naktri konu að spinna. Kristín María Birgisdóttir kona og má segja að þetta orðatiltæki hafi átt vel við hana, en henni var sagt upp starfi sínu hjá Grindavíkurbæ en sneri vörn í sókn má segja og hefur stofnað fyrirtækið Discover Grindavík. Hún vann að markas- og kynningamálum fyrir Grindavíkurbæ, hefur öðlast mikla reynslu varðandi erlent ferðafólk og hyggst nýta þá reynslu til að þjóna þeim ferðamönnum sem vilja koma til Grindavíkur og sjá og heyra hvað hefur gengið á undanförnum árum. Hvort sem það eru erlendir ferðamenn eða Íslendingar. Kristín, ég meina neyðin kennir naktri konu að spinna. Þú ert svo sem ekki nakin hérna núna, en á þetta orðatiltæki bara ekki ansi vel við núna? Jú, það oft í svona aðstæðum þar sem maður þarf að hugsa aðeins út fyrir kassan. Og þetta var mín lausn í því að ég misti vinnuna. Ok, og núna veit áhorfandinn ekki neitt hvað í gangi. Segðu nú bara, hvað ertu að gera? Og hvenær lýstu, hvenær færðu hugmyndin á hana? Sko, ég náttúrulega búin að vera að segja svolítið söguna frá því að rýmingin var bara í erlendum fjölmiðlum og innlendum fjölmiðlum. Já, í þinni vinnu fyrir Grindavíkurbæ. Í minni vinnu fyrir Grindavíkurbæ og ég hef náttúrulega gríðarlega þekkingu bara á samfélaginu og bara því sem hefur í gangi og mér finnst skipta máli að það sé heimamanniska sem að segir þessu sögu. Af því að það eru margir sem koma og þeir sjá og upplifun að sjá en hún líka að heyra og heyra söguna. Og mér finnst líka skipta máli, ég hef lagt mikið upp úr því í mínum svona, ég er náttúrulega ekki að byrja á fullu en ég hef aðeins verið að taka að mig verkefni að það að bjóða þeim sem að heyra söguna þetta gagnvirka samtal því það brenna svo margar spurningar á fólki. Og hvenær fæðist hugmyndin hjá þér? Herðu, hún það í rauninni bara í lok apríl. Í lok apríl þá ég á fundi, við sem höfum verið að... Lok apríl og það endaði maí núna? Já. Og þú ert bara komið með þetta aftur branni? Já, ég er búin að vera fullu, sko. Okay. Í lok apríl þá ég að halda fund, ég á fundi inn í Reykjanesbæ, nei, þetta var lok mars, þá erum við á fundi inn í Suðurnesjabæ og við höfum verið að hitta við sem höfum verið að sjá upplýsing og markaðsmál á Reykjanesinu og þá segir Dagný, hjá Heklunni, hún á þetta alveg, að hún segir við mig þegar hún vissi ég var að missa vinnuna og var að klára að vinna uppsagnarfrestinn, að hún stofnar ekki fyrirtæki. Og þú bara öll ljós kviknuðu bara? Já, öll ljós kviknuðu og ég hugsaði bara já, konseptið, já, svo ég farin að ræða við fólk og spurja og þetta fékk bara ótrúlegan hljómgrunn. Þannig að mér fannst í rauninni eiginlega ekki hægt að sleppa þessu tækifæri. Ok, og hvað ertu nákvæmlega að fara að gera? Ertu að fara að vera bara gæt? Já, sko, ég náttúrulega að fara að vera gæt. Ég er búin að skrá mig í leiðsögunámi í háskólanum í haust allavega, en ég er líka að koma með kynningar. Ég hef verið að fara inn á Papas og verið með kynningar þar áður en við förum síðan í ferðalag bæinn og hef aðeins verið að segja bara söguna, sýnaði myndir, loftmyndir af hrauninu, sýnaði myndir hvernig sprungurnar hafa legið gegnum bæinn. Fólki finnst þetta mjög áhugavert. Tímalínu eldgosana í báðum fösunum, hvort sem það er Fagradalsfjall eða Sundhnúksgígaröðin. Fólki finnst það mjög áhugavert og stendur vilt upp og tekur mynd. Já, þeim finnst þetta svo magnað, sko. En svo finnst mér líka bara, þetta er líka bara sagan okkar og mér finnst þetta rosalega mikilvægt í þessu að við höldum á lofti því sem Grindavík var. Af því þetta var alveg einstakt samfélag og við þurfum að halda þeirri sögu líka á lofti. Ok, þinn kunnahópur svona fyrirfram, er þetta útlendingar eða bara bæði? Bæði. Ég er búin að vera núna, ég er búin að fá mikið af fyrirspurnum og bara fólk sem allar að gera sér ferð til Grindavíkur og heyra að það er opið og það er hægt að koma í heimsókn og það vill fá söguna og vill fá eitthvað sem að þekki til. Þannig að ég er alveg með nokkra hópa núna bara í júní, sko. Þannig að hinga til bara, ertu að fá bara mjög gott start á þetta bara? Já, og ef ekkert auglýst. Þannig að það er bara word of mouth. Komin heimasíða? Já, það er komin samfélagsmiðlar. My name is Kristín María and I'm born and raised here in Grindavík. I've been telling the story to the foreign media for almost 2 years since the town was evacuated because there was a magma tunnel forming underneath the town. I encourage you to come and visit us and I will guide you through the town as a local and as a person that knows the story and how it has affected us. It only takes about 40 minutes from the city and 20 minutes from the airport. I'm looking forward to see you. Logo, sem eins og logo. Já. Var það ekki skemmtileg vinna og þú átt nú dálítið þátt í því? Já, ég var búin að ákveða það, ég var með svona ákveðna hugmyndir. Mér fannst skipta mála að Þorbjörn væri einhvern veginn í þessu logoi
og síðan ger ég hugmyndina bara svolítið sjálf í Canva og fæ síðan fagmann sem hann Addi á geimstofunni á Akureyri til þess að vinna þetta áfram með mér og hann kom með alls konar hugmyndir og maður með DG og síðan kemur hann DG, já, Discovery Grindavík en Dolsen Gabbana, það var það fyrsta sem ég hugsaði. Já, þú sást ekki merki sem alveg eins og Dolce Gabbana ég var bara svona, já, nei en aftur kom Dagný með þetta því hún búin að vera að hjálpa mér hjá Heklunni þau veita svona ráðgjöf þeirra sem að opna fyrirtæki hún sagði þetta logo og því að fjölskyldurum minni fannst það líka rosa flott það segir bæði að það eitthvað vegferð það eitthvað náttúra og það eitthvað upplifun og þetta svona eins og sprunga líka í gegnum Discover þannig að ég mjög ánægð með þetta logo og þú auðvitað náttúrulega bara áttar alveg á því að það skiptir miklu máli að vera með gott grípandi logo það skiptir bara þetta logo það líka kveikir bara svona áhuga bara hvað þetta nú? Þetta eitthvað svona það eitthvað í gangi í þessu logoi Þannig að þetta raun bara algjörlega kalla það, bara snúa vörn í sótt það ekki? Já, ég myndi segja það. Það eina til lokast, þér sagt upp þarna og þú bara ákveður að líta bara á þetta sem tækifæri. Þannig að ég er búin að spyrja svo ofta þessu, hinn og þessa. Hvernig metur þú framtíðina? Þetta bara frábært og ég hef sagt það nú erum við, og ég sendi nú á fjölmiðlega fréttatilkynningu að þetta væri að gerast. Nú erum við að fá í fyrsta skipti eitthvað svona viðburð fyrir utan náttúrulega fyrsta heimaleikinn, þar sem að fólk að koma saman loksins eftir rýmingu. Og ég hugsa að núna þurfum við líka bara að finna það hvernig lifum við lífið okkar á milli gosa, eða verður hana gos. Og þannig að við þurfum bara að vinna með stöðuna, við getum bara setja á beðið þá til búið, það ekki hægt. Og auðvitað náttúrulega bara í dag er verið að heimila þessa gistingáttu fyrir þá sem hafa gert hollena samningin. Já, gríðarlega mikilvægt skref í að fólk getur bara fengið betri tengingu við bæinn sinn. Og svo líka hluti í þessu að ég vildi líka nýta mína reynslu og þekkingu og því sem ég góð í að stofna þetta fyrirtæki til þess að segja söguna. Í sátt við náttúrulega samfélagi og fólki, það skiptir líka máli.